Sæl öll og verið velkomin í þetta laugardagsspjall. Ég heiti Fjóla Hrund og ég vil fundarstjóri hér með ykkur í dag. En gestir dagsins eru tvær gríðarlega öflugar Miðflokkskonur, þær Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi og Anna Kolbrún Árnadóttir alþingismaður. Við fengum spurningar sendar fyrir fundinn en ykkur er velkomin að senda á meðan fundinum stendur. Þið getið senda okkur spurningar með því að ýta þér á tjatt neðst í stikunni og senda okkur beint spurningar eða þá komið í mynd. Þá ýtið á raise hand og þá gefum við ykkur kost á að koma í mynd og spyrja þær spurningar. En við ætlum ekki að hafa fundin lengur inn í klukkutíma, þannig við skulum bara byrja þetta. Vigdís, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir, komið öll sæl, hérna allavega í góða veðrinu í Reykjavík, það er komið vor, þannig að gaman að vera með okkur á fundi. Nú eins og þið vitið þá náttúrulega stendur maður í ströngu í borginni og það er mikið sem að gengur á og borgin stendur mjög illa fjárhagslega og nú er nýjasti slagurinn hjá mér, það er félagsbústað uppgjörið, hvernig þeir eru gerðir upp og ég hef vísað því til ríkisins til úrskurðar, borgarmeirihluti vill hafa þetta inn í ráðhúsinu en þarna munar 50 milljörðum á uppgjöri Reykjavíkurborgar og samstæðunni frá 2012. Þannig það eru gríðarmiklir fjármunir. Nú svo var ég að hafa sigur í gær í hinu svokallaða ljósastýringamáli að það var dæmt ógilt útboðið og Reykjavíkurborg er skaðabótaskylt og ég eyddi miklum tíma í að upplýsa það mál. Nú af þeim tillögum og svo ég tala nú aðeins eitthvað jákvætt þá flutti ég með tillögu á síðasta borgarstjórnarfundi í það að Reykjavíkurborg myndi fara á staði í stórfellda uppbyggingu hjúkrunarrýma í samvinnu við ríkið. Reykjavíkurborg eða sveitarfélögin þurfa bara að leggja til 15% af byggingukostnaði. Hvert hjúkrunarrými kostar 40 milljónir en þessari tillögu að vísa frá því að Dagur og meirihluti telur sig vera í mjög góðu samtali við ríkið þetta en þetta er bara eins og með margt annað. Kosningaloforði frá því síðustu kosningabaráttur eru keyrð áfram en litlar efndir. Þetta er svona það sem er nýjasti tíma hjá mér. Ég hef svo gaman að því að svara spurningum, þannig að ég ætla ekki að vera kannski með lengri framsögu að sinni því að mér finnst spjallið ykkur best. Anna Kolbrún, gjörðu svo vel. Takk, ég þakka innilega fyrir þetta boð. Það er, hvað maður að segja, það er alveg furðulegt að þurfa að nýta þessa tækni en þó er það nú býsna gott að mörgu leyti. Ég er á því að við höfum fengið inn á nefndarfundi til dæmis í Alþingi höfum við fengið gesti sem hafa komið alls staðar að landinu og hingað til hef ég nú upplifað meira þannig að það sé frekar höfuðborgarmiðað gestakomurnar, þannig að ég vona að þetta skilji eftir það að við séum opin fyrir því að geta kallað inn alla þá sem við þurfum á að halda, bara í þingstarfinu yfirleitt og svo auðvitað í flokksstarfinu. Þetta er náttúrulega meiriháttar tæknilegt fyrir okkur að sinna okkar grasrót eins og það heitir með þessum hætti þó svo að það sé nú alltaf best að fá að hitta fólk og jafnvel að fá að knúsa það en það er ekki leyfilegt eins og er. Þingstörfin undanfarið hafa gengið þannig fyrir sig að við skiptum með okkur verkum í þingflokknum. Sumir eru á staðnum og aðrir halda sig fjarri. Ég er sú sem hef haldið mig að mestu fjarri en þó hef ég sinnt öllum nefndafundum í gegnum þennan fjarfundabúnað svokallaðan og það mætti hvað mest á velferðarnefnd til að byrja með. Þar sem við vorum að fara í gegnum hlutabótaleiðina sem batnaði mjög mikið í meðferðum nefndarinnar frá því sem hafði komið frá ríkisstjórninni. En það er samt ljóst held í dag að það þarf að gera einhverjar stórkostlegar breytingar á þeirri leið. Ég held að sé ekki hægt að renna blind í það að framlengja bara úrræðið vegna þess að staðan er orðin allt önnur en hún var bara fyrir 2 dögum síðan. Nú inn í allsherjar- og menntamálanefnd höfum við verið að vinna með mál sem er sett í COVID-búning
sem fjallar að mestu rafræna stjórnsýslu á dómstiginu, getum við sagt, og ég segi það fyrir mína part að ég mun vera með sérálit á því máli, þannig að það sé sagt. Og til að taka þetta saman og vera ekki of langur, þá finnst mér sú samvinna sem við getum átt og við Vigdís höfum áður átt í mjög góðri samvinnu í sambandi við nýbyggingu á Landspítalalóðinni, í sambandi við heilbrigðiseftirlitið, þar sem ég hafði verið með spurningar og fékk ekki svör, en hún gat svo tekið boltann og spurt heilbrigðiseftirlitið Reykjavíkurborgar. Og niðurstaðan úr þeirri athugun að það hefur ekki farið neitt eftirlit fram síðan 2011 á þessari lóð. Og svo af því að við erum í þessum miðjum faraldri, að þá hafa verið vísbendingar það að það séu, hvað maður á að segja, óæskilega lífverur sem að kunnu að geta skotið upp kollinum í þessum jarðvegsframkvæmdum á lóð heilbrigðisstofnunar. Nú Vigdís nefndi líka hjúkrunarheimili, þar sem hún lagði fram ágætistillögu þess efnis að reisa hjúkrunarheimili, að Reykjavíkurborg færi það, og eins og búist var við var sú tillaga felld, eins og hún nefndi. Svipað hefur verið gert hér á Akureyri, að það á sér stað eitthvað samtal að reisa hér hjúkrunarheimili, en þó með því fororði að bærinn, Akureyrarbær, sem hingað til hefur rekið dvalar- og hjúkrunarheimili á Akureyri, mun ekki gera það áfram. Þannig að við erum komin í nákvæmlega sömu stöðu og tillaga Vigdísar hljóðuð upp á það að sveitarfélagið taki þessi 15% og ríkið sjá restina. Ég ætla að láta þetta duga og hlakka til að heyra í ykkur öllum. Takk. Takk fyrir þetta. Þá skulum við bara vinda okkur í spurningar. Ég minna á það geta ennþá sendt okkur spurningar inn á spjallinu eða þá gert raise hand og þá komið í mynd. Við skulum bara byrja á spurningunum sem komu sendir inn fyrir fundinn. Vigdís, ef við byrjum á þér. Borgin að gera eitthvað til að styðja við borgarbúa á þessum erfiðu tímum? Gjörðu svo vel. Já, takk, þetta er góð spurning því að ég hef gagnrýnt það mjög mikið hvað borgin einmitt ekki að koma til móts við borgarana. Það var lagður fram fyrsti COVID-pakkin eins og það kallað og það var eingöngu frestun á gjaldögum, engar niðurfellingur og ekki neitt og hérna, bara svo ég komið í hérna að þá hef ég til dæmis lagt fram tillögu inn í fjárlagagerðina núna fyrir árið 2020 og er búin að leggja hana núna inn í COVID-pakkana stóru að hérna borgin afsali sér útsvarstekjum þeirra sem verst standa og ég hef einmitt kynnti þessa tillögu einhvern tímann fyrir þingmönnum líka, þetta er alveg snilldar hugmynd því að fyrstu 15% sem við borgum í skatta, það fer til sveitarfélagana eftir því hvað þú eru með háa útsvarsprósentu áður en við förum að borga skatt til ríkisins. Þannig að þetta væri til dæmis akkurat góð leið fyrir hérna sem að þykja til dæmis bara grunnbætur frá Tryggingastofnun. Svo allt annað mjög loðið og þá síðasta borgarstjórnarfundi þá var umræða þessi mál og þá var borgarstjóri aðallega að hæla sér að því að það væri verið að taka upp rafrænda stjórnsýslu en það er ekkert bara einskorið við borgina því að landið allt er að gera þetta og viðskiptaflífið og allir eru að breyta náttúrulega takt í þessa veru sem þetta er. Þannig að það eru engar haldbærar eða almennilegar tillögur sem kom frá meirihlutanum og meira segja bara það að ég er búin að óska eftir henni og tvisvar að það sé til dæmis bara einstefna niður Laugaveginn og hann hafður opinn til að fólk geta allavega viðra sig í þessu COVID-ævintýri og verið með svona window shopping. Það er ekki hægt að verða við því þannig að þau eru bara þver í þessu máli. Enda eins og ég sagði í upphafi hérna áðan að borgin er ekki fjárhagslega í stakk búin til að koma til móts við eitt eða neitt í þessu máli eða niðurfellingar því hún er svo ótrúlega skuldsett, skuldar 100 milljarða og það eru bara engin peninga til. Takk fyrir þetta, Vigdís. Anna Kolbrún, ef við förum næsta spurning til þín.
Í grein þinni skrifar þú kosti þess að opinberi og einkageirinn hafi unnið saman undanfarnar vikur til að bregðast við COVID-19. Sér þú fleiri tækifæri almennt til að auka samvinnuna við einkafyrirtæki í heilbrigðisþjónustu? Gjörðu svo vel. Já, takk. Þetta er mjög góð spurning og mér datt þetta í huga því það hafi nú gengið mjög vel að fá ýmis lækningatæki hingað til lands í samvinnu við einkageirann. Ég sé fyrir mér auðvitað liðskipti aðgerðir í samvinnu og svo áframhaldandi aðgerðir ekki bara við einkarekna aðila, heldur sé ég fyrir mér félagasamtök, að nú samstaðan mikil hér á landi, vil ég bara segja, og það sýnir sig best að þegar við erum sameinuð þá náum við árangri og mér dettur í hug biðlistar inn á Vog, mér dettur í hug samvinna áframhaldandi við Krabbameinsfélagið. Það var verið að fresta því að Landspítali tæki það yfir, enda varla hægt og í fyrsta sinn held ég sem Landspítali biðst undan því að taka verkefni sem búið að ákveða að setja yfir á spítalann. Þannig að það tvímælalaust tækifæri þarna og það sem að ég hef skynjað, ég fengi töluverð viðbrögð á þessa grein og ég hugsa að það gæti verið gáfulegt fyrir okkur að nýta hið einkarekna og hið opinbera til þess að ná þeim árangri þannig að við getum öll staðið saman að því að halda áfram því það nauðsynlegt að geta séð fram veginn líka. Takk fyrir þetta, Anna Kolbrún. Vigdís, næsta spurning til þín. Var rétt skref að fjölga borgarfulltrúum að þínu mati eða getur borgin minnkað báknið og lagt til að þeim verði fækkað aftur? Gjörðu svo. Já, það var náttúrulega algjör steypa að fara í það að fjölga borgarfulltrúum úr 15 upp í 23, algjör steypa. Og svo þetta náttúrulega svo mikið kostnaður og svo bara ég oddviti og ég eini borgarfulltrúi Miðflokksins og þetta ekki fullt starf að vera borgarfulltrúi og hvað þá ef maður væri með skiljiði marga með sér þannig að eða allavega ekki fyrir mína parta, ég hef náttúrulega sittið í þinginu og veit hvaða álag þar þannig að ég hef aldrei skilið þessa aðferð og svo sem dæmi má nefna í síðustu kosningum hefði verið óbreyttur fulltrúafjöldi þá hefði Vinstri grænir ekki náð manni inn í borgarstjórn og ekki Flokkur fólksins heldur þannig að þetta náttúrulega kannski ein svona pólitísk leið til þess að reyna halda völdum. En það náttúrulega kannski sem kostnaðarsamt líka að það eru 8 flokkar í borgarstjórn og fyrsti varamaður hvers flokks líka á sem sagt grunnlaunu borgarfulltrúa. Þannig að við erum faktískt 31 að fá greitt laun í stað 15 áður. Ég hef viðraða og ég held að við ættum að gera það kosningamáli næstu borgarstjórnarkosningum. Við náttúrulega þurfum lagabreytingu til þess. Við þurfum að vera í samvinnu við þingmennina til þess að fá í gegn þessa lagabreytingu þegar þetta sett inn að sveitarfélag mætti hafa allt upp í að mér minni 48 sveitarstjórnarmenn. En ég tel að það sé nóg fyrir Reykjavík að hafa einn borgarfulltrúa á hverja 10.000 íbúa sem þýddi það að veru 13 borgarfulltrúar og svo myndi borgarfulltrúafjöldi sveiflast eftir því hvort það myndi fækka eða fjölga í sveitarfélaginu og taka upp þessa reglu sem að gildir í alþingiskosningum að það ákveðin hlutfallstala sem að gefur þingmann í kjördæmi og eins og til dæmis það eru 13 þingmenn í Kraganum og 12 í Reykjavík þannig að þetta sé bundið íbúafjölda. Að því að Reykjavíkurborg telur 130.000 íbúa, lang stærsta sveitarfélagið, þannig að það mætti alveg líka því við það að meira þyrfti ekki til og hér öll stjórnsýslan og greiðar samgöngur og allt þetta. Þannig að ég tel að stjórnsýslan myndi verða skilvirkari þannig og þá yrði starf borgarfulltrúans meira krefjandi og væri þá fullt starf. Takk fyrir þetta, Vigdís. Anna Kolbrún, næsta spurning til þín. Í yfirlýsingu í gær frá formanni Miðflokksins kemur fram að óvenjulegt ástand í dag kalli á óvenjulegar lausnir.
Liggur fyrir hvaða lausnir Miðflokkurinn hefur á takteinum umfram þær lausnir sem ríkisstjórnin hefur kynnt í sínum aðgerðapökkum? Gjörðu svo vel. Já, takk. Þetta mjög fín spurning. Við hefum í þingflokknum höfum verið býsna dugleg við að halda svona fundi saman þó við sitjum ekki beint saman í sama rými og höfum velt fyrir okkur ýmsum leiðum og meðal annars kom fram þessi auglýsing sem að fór í fjölmiðla þar sem við lögðum til frekari skref. Ég á því að við eigum að viðra áfram frekari lausnir vegna þess að við sjáum í dag í það minnsta í hendi okkar hvað þarf til. Ég nefni bara að efla innlenda matvælaframleiðslu og við vitum það að sérstaklega garðyrkjubændur hafa kallað eftir lækkun raforkukostnaðar. Mér skilst að það sé núna 86% sem að þeir fá niðurfellt en ég hugsa að væri nú ansi gott að þeir fengju algjörlega rafmagnið í það minnsta tímabundið algjörlega frítt. Af því að það stefnt að því að þeir fari upp í 95% niðurfellingu og ástandi núna kallar á það og svo ég taki aftur upp þetta að geta séð fram veginn að við gætum lagt það til að þetta sé tekið til 1 eða 2 ára, 100% kostnaðarlaust og síðan mætti færa það niður í 95% eins og stefnt var að í síðustu búvörusamningu. Reyndar verið að semja aftur þá samninga. En þetta til dæmis hlutur sem við höfum rætt. Við höfum líka rætt niðurfellingu á tryggingagjöldum og slíkt. Þannig að það eftir miklu að sækjast og við erum, eins og ég segi, lifandi í því samtali, bara frá degi til dags. Takk fyrir þetta, Anna-Kolla. Vigdís, næsta spurning til þín. Nú staðfest að Sorpa, Björgun og 2 malbikunarstöðvar munu flytja á Álfsnes með tilheyrandi umferð þungaflutningabifreiða sem ekki bætandi á umferðarþunganum Ártúnsbrekku og Vesturlandsveg gegnum Mosfellsbæ. Hyggst Miðflokkurinn, þing og sveitarstjórnarmenn leggist þungt á það að löngu tímabær lagning Sundabrautar verði að veruleika? Gjörðu svo vel. Takk, já, það mikla breytingar í vændi og þarna Álfsnesi með þessum miklu umhverfisspjöllum og svo líka blandast þetta inn minjavernd og annað. En það virðist vera komið í ljós hver tilgangur Reykjavíkur var með því að sameina Kjalarnesi. Það var það að gera raunverulega Kjalarnesið að sorpgeymslu fyrir Reykjavík og koma öllum þessum þungaiðnaði og þessum mengandi iðnaði þarna á þennan stað. Sem rosalega ósanngjarnt fyrir Kjalarnesinga og náttúrulega Reykjavík alla því að náttúrulega Kjalarnesið og ströndin alla leið niður að Mosfellsbæ náttúrulega fallegasta byggingalandi í Reykjavík alveg á móti sólu þarna við sjó. Þannig að ég tel eins og oft áður að borgis eða meiri hluti sjá rangri leið þarna. Nú kosningabaráttan snerist að mörgu leyti hjá okkur í Miðflokknum það að það yrði farið í lagningu Sundabrautar og það yrði sett allur þungi í það til þess að bæði stytta leiðun og létta Ártúnsbrekkuna og koma bara Reykvíkingum út úr höfuðborgin ef það kemur ykkur vá hér innan borgarinnar. Það engin áhugi til þess. Það búið að skipuleggja hverfi og uppbygging hafin þar sem hagstæðast var að taka Sundabrautina að landi hérna megin. Þannig að það beinlínis búið að vera að vinna á móti þeim markmiðum að Sundabraut geti komið. Og allir kannski farnir átt að sjá því að það náttúrulega vegna þess að borgarlína á að leysa öll mál, alveg eins og þegar vinstri stjórnin var í ríkisstjórn, þá var alveg sama hvað var rætt, það var alltaf sagt ESB leysir þessi mál. En nú því á Samfylkingunum meiri hlutanum að það borgarlínan leysir öll mál. Þetta mjög mikill ábyrgðarhlut að leggja svona gegn lagningu Sundabrautar vegna þess að samkvæmt lögum þá það þannig að Vegagerðin getur gripið til og verið með sektarákvæði til sveitarfélaga sem sinna ekki því að leggja þjóðvegi í byggð, þetta þjóðvegur sem sagt, á ábyrgð ríkisins.
En sko Reykjavíkurborg virðist bara komast upp með allt. Það eru 10 ár síðan. Vegagerðin fór fram á það við Reykjavíkurborg að nú þyrftu þeir að fara í skipulagsbreytingar til þess að taka á móti Sundabraut hérna megin frá. Þetta er alveg ótrúlegt og það var rosalega vonbrigði þegar samgöngusáttmálinn var kynntur og ég náttúrulega var á þessum fundi sem að samgöngumálur þarf að koma þarna á og þetta sprakk allt í loft upp eftir þann fund að Sundabraut var ekki. Þannig ég spurði hvar er Sundabrautin í þessari margra tuga milljarða hugarflugs tillögu og það var bara sagt að hún er ekki inn í samgöngusáttmálanum vegna þess að einkaframtakið á að sjá lagningu hennar. Sko þetta er náttúrulega ekki boðleg rök og málið er fast og það er bara dilemma í þessu og ég skil ekki að ríkið skuli gefa þetta eftir gagnvart Reykjavíkurborg og DB ekki sinni. Mér er þetta bara algjörlega óskiljanlegt. En eins og ég segi, svo náttúrulega eins og byrjun spurninguna var með þennan tunga inn að þarna upp frá að svo náttúrulega þykist þessi meiri hluti Reykjavík vera óbáslega umhverfissinnaður og grænt og tala mikið mengun og annað en úr því mengun er ekki 101, hún er bara ykkur upp á Kjalarnesi sem er náttúrulega eins og fyrir norðan hjá þeim sko, að þá virðist þetta engum máli skipta eins og þessa framkvæmdir bera með sér og það er ekki bara ein malbikunarstöð sem á að koma þarna og eins og þú Fjóla sagðir, planið er að eigi að koma þarna niður 2 malbikunarstöðum. Takk fyrir þetta, Vigdís. Anna Kolbrún, næsta spurning er til þín. Það kom fram mikil gagnrýni á frumvarp dómsmálaráðherra þar sem átti að opna fyrir rafrænar fyrirtökur í uppboðsmálum. Nú ert þú í allsherjar- og menntamálanefnd sem fjallar málið. Hver er staða málsins og hvernig horfir það við þér? Gjörðu svo vel. Já, takk. Þetta er merkilegt mál. Í mínum huga er þetta alls ekki COVID-mál. Það sem það á að vera tilbúið núna mánaðamótin og við vitum að það á að létta af samkomubanni með einhverjum hætti 4. maí, þá get ég ekki séð að þetta tengist COVID og ég nefni þetta vegna þess að okkur ber aðeins að taka fyrir mál sem tengjast því. Þannig að ég setti mikið spurningamerki við það. Hitt er svo að það er í gangi vinna sem að kalla Stafrænt Ísland og mér skilst að sú vinna sé jafnvel á lokametrónum. Þannig að allt sem var lagt fram í þessu máli hefði að mínu viti átt að fylgja þeirri vinnu. Það er ekkert sem kallar á að það þurfi að drífa þetta mál í gegn. Síðan getum við velt fyrir okkur því sem að dómsmálaráðherra sagði í gær eða fyrradag að það hefði verið misskilningur á ferðinni. Það var engin misskilningur, það var hreinlega ætlunin að geta gert ýmsa hluti í gegnum síma jafnvel. Þannig að í mínu viti með því að draga þær breytingar tilbaka þá snýst það ekki misskilning, það snýst að hlutir áttu að fara þannig í gegn hreinlega. Þannig að að mínu viti þá mun ég ekki styðja þetta mál og ég held að það sé jafnvel bara það er auðvitað hver þingmaður sem ræður fyrir sig en það er ekkert þarna sem kallar á að ganga svona hratt til verka. Ég segi stundum ef á að hvað maður á að segja, fara í gegnum einhvers konar rafræna stjórnsýslu, þá eigi maður kannski að byrja á minni verkefnum. Sýslumenn hafa til dæmis kallað mikið eftir því að það er mikill niðurskurður hjá þeim og þeir kalla eftir auknu fjármagni. Þeir eru þrátt fyrir allt snertiflötu stjórnvalda við borgarana eins og það heitir. Og þeir eru varla með opnar skrifstofur svo neinu nemi í hringinn í kringum landið. Þannig að mér finnst einhvern veginn vanta grunninn. Vissulega þarf að auka rafræna stjórnsýslu en þetta var alls ekki endinn sem átti að byrja á. Takk fyrir þetta, Anna Kolbrún.
Vigdís, næsta spurning er til þín. Hvað er hægt að gera til að borgarstjóri gleymi ekki að til dæmis grafarvogurinn er hluti af Reykjavík? Gjörðu svo vel. Já, þetta góð spurning, það nú það sko, það er nú eins og hann líti á það sem við köllum stundum úthverfi Reykjavíkur sem annað sveitafélag og ég, hann hefur reynt að fara í rútuferðir þarna en það verður líka bara að spyrja borgarstjóra sjálfan að því, en hann er rosa sjálfmiður og bara við sjáum alla framkvæmdir og allt þetta varðandi sko miðbæinn og kringum hans heimili og Óðinstorg, Óðinsgötu og Tryggvagötu og Laugaveg og allt þetta, þá er bara gæluverkefnin endalaus í 101, þannig að hann er bara fastur í því blessaða maðurinn og þessi meiri hluti, en svo vill hann enga rekstur og enga verslun á Laugaveginum og svo sko flóttinn þaðan alveg gríðarlegur og svo þegar það er orðið ljóst og COVID er komið þá var kynnt í síðustu viku sko að þetta fari meiri háttar markaðsátak sko á þessu svæði. Þannig að þetta er bara stjórnlaust, þetta er bara þannig. En hann verður að svara því hvers vegna hann virðir ekki Viðlits, Breiðholt, Grafarvog, Grafarholt, Úlfarsárdal, nú og svo við tölum ekki Kjalarnes, þannig að þetta er ótrúlega skrítið, alveg óskiljanlegt. Takk fyrir þetta, Vigdís. Anna Kolbrún, ert þú sátt við aðgerðapakka 2 frá ríkisstjórninni? Já, sátt við aðgerðapakka 2. Mér finnst það nú minna mig mest á þoku og ég get ímyndað mér að ferðaþjónustuaðilar séu þá í mjög svo dimmri þoku vegna þess að eftir því sem ég hef lesið þá átti fólk vona á einhverju sem svo ekki kom. Það er viðtal við Þórdísi Kolbrúnu í gær, ef ég man rétt, og þar sem hún er að boða 10 pakka í viðbót. Og ég veit það ekki, pakki 2 fyrir þá grunnundirstöðu atvinnugrein sem við höfum núna í ferðaþjónustunni, ef að hann nýttist henni ekki á þessum tímapunkti, þá veit ég í rauninni ekki hvort að það sé gott að heyra það að það sé von á 10 pökkum í viðbót eða hvort að það er slæmt. Þannig að mér finnst aðgerðapakki númer 2 vera meira þokukenndur heldur en fyrsti pakkin var í raun og veru. Við getum tekið til matarsjóðinn sem var dreginn fram og er settur í þennan búning sem er með öllu óskiljanlegt, enda er hann tilurð annarra að öðrum 2 málum sem að fallið var frá síðastliðinn vetur eða núna í vetur í þinginu. Þannig að það er svona verið að setja ýmsa hluti í einhvern nýjan búning sem að við könnumst við en líta út eins og þeir séu nýir af nálinni. Þannig að aðgerðapakki 2, hann sagði mér ósköp lítið vegna þess að það er betra þá að bíða í 1 dag og koma með eitthvað raunverulegt heldur en að setja eitthvað fram sem skilur fólk eftir í ennþá meiri óvissu en það var bara klukkutímanum áður. Takk fyrir þetta, Anna Kolbrún. Vigdís, næsta spurning er til þín. Þú lagðir til bókun fjölgun hjúkrunarrýma. Getur meirihlutinn endalaust vísa á ríkið og nota það sem afsökun fyrir að ekki sé fjölgun í Reykjavík? Já, það er einmitt málið. Eins og ég fór yfir áðan, það var náttúrulega borgin svo illa rekin og hún skuldar svo mikið og það er svo lítið fé til að fara í framkvæmdir. Og ég hef alltaf sagt að eina leið borgarinnar til þess að fara í framkvæmdir og gera eitthvað af alvöru, það er það að sækja peninga til ríkisins. En þið heyrið söngin í sveitarfélögu núna að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og samband íslenska sveitarfélaga, það segir sko ríki verður að koma peningin í sveitarfélögin. Ég segi alltaf sko, rík getur ekki leita til svona stórumömmu eins og sveitarfélögin er alltaf að leita til ríkisins. Það er svo skrítið að það skuli ekki vera
farið samhliða núna í þessu alvarlega ástandi að fara onni í reksturinn og skera niður öll gæluverkefni og fara að spara. Til dæmis liggur sparnaður í því að nú þessi, og verður vonandi til langframa, þessi fjarfundtækni notuð. Sjáu hvað liggur mikill sparnaður í ferðir embættismanna og kjörinna fulltrúa og dagpeningur og annað á milli landa og fara á ráðstefnum erlendis. Það ekkert verið að tala um það núna að taka kannski þess að vera áætliðin í það inn í grunnreksturinn og lögbundna þjónustu. Þetta algjör eyðimörk orðið rekstur þessara sveitarfélaga á Íslandi að þessu leyti að ef eitthvað kemur upp á þá ríkið að koma með pening. Þannig að þetta orðið bara svo skökk hugsun að ég eiginlega bara veit ekki hver þetta endar og svo náttúrulega núna eins og þetta með hjúkrunarrýmin þá bara sagt ríkið á að koma með þetta og ég að hvetja til þess. Þetta bæði mannaflsfrek aðgerð. Nú þetta léttir á Landspítalanum, það eru síðastri fréttir 2 deildir fullar af fólki sem á að vera á hjúkrunarheimilum. Ég fór yfir íbúafjölda Reykjavíkur áðan, 130.000 manns, ergo langhlutfallslega hæsta talan af þeim sem þurfa að komast inn á hjúkrunarrými þar að leiðandi hér. Og það ekkert að frétta og það alltaf bent á ríkið. Og svona þetta búið að vera status quo langa hríð og það eins og ég segi ekkert að frétta af því. Nú svo náttúrulega ef það meiri drefni í þessum úrræðum að fyrir þá sem þurfa þessa þjónustu, þá náttúrulega minni smithætta og þú veist þó að veiran sé núna og við sjáum til lands í því og horfum björtum augun til framtíðar, þá getur svona faraldrar komið aftur og aftur og aftur. Og þá verð ég náttúrulega að segja með Landspítala núna, veiran sýndi hvílík steypa það var að fara í uppbyggingu á nýjum Landspítala við Hringbraut, hvílík steypa. Og það náttúrulega Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, náttúrulega formaður okkar, talaði alltaf á móti því. En svo bara þurfti læknanir að viðurkenna núna, jú það sem bjargar okkur núna, það það Borgarspítalinn það sem hann og Landspítalinn það sem hann þannig það var hægt að gera aðskilnað. Þannig að það kannski vantar líka bara smá rögg í þessa ríkisstjórna að bara segja ok, við ekkert að eyða pening í gæluverkefni, hér bara x mikil upphæð, gjörið þið svo vel sveitarfélög, bara drífið í þessu. En Reykjavíkurborg svo langt á eftir, það ekki bara að standa á þessum 15% fjármagni skiljiði, það ekkert einu sinni búið að skipuleggja eitthvað næstu hjúkrunarheimilega að vera. Þetta svona svipað eins og þegar var farið að flytja inn og sérsmíða hús fyrir heimilislausa hér í Reykjavík. Og það 2 ár síðan það voru bráðaaðgerðir sem að ég meðal annars stóð fyrir. Og svo nokkur hús komin og það finnst hvergi lóð undir þetta. Þetta allt byggt á svo miklu sandi í stað þess að byrja skipulagið, finna lóðir og kaupa síðan húsin. Þannig að það alltaf byrjað á vitlausum enda. Þannig að þetta þið megið ekki að halda ég sé svona rosalega neikvæð og leiðileg, en bara svona blasa máli við, það allt í steik. Takk fyrir þetta, Vigdís. Anna Kolbrún, næsta spurning til þín. Sem rekstraraðili hótels, þar sem hefur orðið algjört tekjufall, flestallir starfsmenn sem ennþá í vinnu á hlutabótaleiðinni. Ég veit samt ekkert hvað ég á að gera mánaðamótin, segja öllum upp, vitandi að fyrirtæki muni ekki ráða við að borga allan uppsagnarfrestinn, hvenær má sér skilyrði fyrir brúarláninu? Hvað hægt að sjá aðgerðir ríkisstjórnarinnar og hvað vill Miðflokkurinn að meira sé gert? Gjörðu svo vel. Já, takk kærlega. Hvar má sjá skilyrði fyrir brúarláninu og hvar má sjá yfirleitt aðgerðir ríkisstjórnarinnar? Þetta eru góða spurningar. Við höfum ekkert séð. Þannig að við erum jafn mikið í myrkrinu eins og hver annar. Og þess vegna kannski nefndi ég þetta með hlutabótaleiðina þarna í byrjun, að núna gengur sú leið ekki þar sem að staðan hefur versnað svo munar og við höfum rætt það að það sé möguleiki að fyrirtæki geti fengið að leggjast í dvala svo við missum ekki fyrirtækin líka. Nóg nú samt þegar að fólk missir vinnuna og allt það. Þannig að það hlýtur að vera betra að geta sett fyrirtæki í
einhvers konar dvala til þess að við getum fengið aðstoð til þess að koma þeim hratt á laggirnar aftur vegna þess að ég held að við þurfum að vera býsna snögg til þegar að allt lagast vegna þess að ég held að við séum samt sem áður í mjög góðri stöðu verandi með okkar bara land hreinlega. Þannig að tækifærin eru þarna en tíminn óvinurinn okkar í þessu og því haldið fram að við þurfum að halda þetta út og við þurfum að halda þetta út. En við þurfum líka að geta þá séð að það sé eitthvað fyrir endanum þannig að við getum sprottið af stað eins og ég sagði. Við erum með 2 öfluga þingmenn í atvinnuveganefnd og ég veit að þeir eru að vinna akkurat í þessum málum, hvaða lausnir þeir geta séð, þannig að það sé hægt að koma til móts við svona hóteleigendur, jafnvel og fleiri sem að starfa inni í ferðaþjónustunni. Því þetta er gríðarlega mikilvægt að okkur takist bara mjög vel til með þetta. Því að þetta verður það sem kemur okkur svo aftur á kortið, það má segja þannig. Takk fyrir þetta, Anna Kolbrún. Vigdís, næsta spurning til þín. Ég skil ekki samvinnuleysið við fyrirtækin í miðbænum, þið í minnihluta hafið mörg staðið ykkur vel. En hver skýringin á þessu að þínu mati og hver skýringin á bak við það að breyta akstursstefnu Laugavegsins? Já, það eru rosalega margir sem undra sig á þessu og það er rosalega óánægja hjá rekstraraðilum á Laugaveginu hvernig hreinlega búið að fara með þá og hvernig búið að fara með Laugaveginn og þessa stefnu. Sko að breyta allt í einu akstursstefnunni þarna síðasta sumar, sko þetta bara hrein ögrun og bara fólk að upplifa þessa mótstöðu við sig sem að bæði á þarna fasteignir og bæði íbúðir og atvinnuhúsnæði til útleigu og svo náttúrulega rekstraraðilarnir, bara sem hreina ögrun og það eins og sé, fólk eru að upplifa það að meirihlutin vilji losna við sig. Og þá spyr ég alltaf líka tilbaka, býtu hvað vill þetta fólk að það komi þá tilbaka þarna? Nú, Laugavegur og þetta svæði var stútfullt af lundabúðum, ok, það er rekstur og það er náttúrulega atvinnuskapandi og það skapar útsvar. En núna náttúrulega ferðamanninu farnir, þannig að þetta er ennþá verri róður og náttúrulega svo stóru verslanir sem voru að selja sko þennan útivistarfatnað og þetta sem eru íslensk framleiðslu og annað, skiljið. Nú er verið að kippa líka fótunum undan þeim. Það er allt keyrt áfram í svo mikilli ögrunarstefnu sem ég segi og það er verið að reyna að hafa sambandi meirihlutum, þið gefa ekki kost á viðtali og ég hef heyrt að því að til dæmis formaður borgarráðs kom þarna og bara sko hálfur reif kjaft við þess aðila sem reyna að halda þarna út í rekstri. En svo er það líka sem kannski minni umræðum, það er fólki sem býr þarna. Það er fólki sem vill búa niður á Laugavegi og búa í 101, en vill líka samt eiga bíl, á kannski sko börn úti upp í Breiðholti eða upp í Grafarvogi og kærir sig að fara í strætó og þið vitum nú hvernig það er allt í sambandi við strætó og stopulaferðir og alltaf verið að breyta leiðum. Þannig að það er ekki verið að taka tillit hvorki til rekstraraðila, eiganda fasteignahúsnæði sem að leigja út til atvinnurekstrar eða þeirra sem eru þarna. Og núna að vísu Laugavegurinn opinn en þau ætla ekki að breyta akstursstefnu því þetta er eitthvað sem komið til að vera. Síðast ég ræddi þetta, það var á þar síðasta borgarráðsfundi. Það var bara sagt við mig, við bara vísum tillögunni frá í þessu efni því þetta er okkar stefna og við ætlum að standa á henni. Þannig að núna náttúrulega þarf þetta fólk sem er þarna að þreyja þorrann í 2 ár og vonandi kjósa þennan meirihluta í burtu. Það er eina leiðin til þess að breyta stefnu því þetta fólk ætlar að því að virðist og já, það er bara búið að gefa þú. Það ætlar ekki að gefa sig í þessu. Það vill frekar taka þessu blóðugu slagsmál við allt og alla og allir brjálaðir út í þau en þau ætla samt að standa þetta af sér og hvers vegna veit ég ekki. Takk fyrir þetta, Vigdís. Anna Kolbrún, næsta spurning er til þín. Af hverju er ekki hægt að afnema krónu á móti krónu skerðingu?
Einhver þingmaður sem myndi styðja svona letjandi kerfi? Þarf ekki bara að leggja fram frumvarp eða taka þetta af? Jú, það þyrfti að klára þetta mál og afnema að fullu krónu á móti krónu. Það hefur alltaf verið mín skoðun að þetta sé einmitt letjandi kerfi og mér finnst eiginlega algjörlega óþolandi að það sé einhvern veginn bak við eyrað að öryrkjar að þeir hafi ekki áhuga á því að vinna. Og það sem að ég hef velt upp, það er atvinna með stuðningi og við höfum lagt fram tillögu þess efnis inn í fjárlaganefnd að setja til fjármagn til þess að búa til störf fyrir fólk sem að vill vinna. Það vilja allir leggja til samfélagsins, það er mín sýn. Það er okkar að gera þeim kleift að gera það. Ég sá fyrir mér að við gætum jafnvel auglýst störf þannig að fólk geti sótt og það sé farin jafnvel leið eins og var gert í upphafi með einhvers konar NPA-samninga. Það er að ríkið myndi leggja út fyrir þessu og sjá til þess að bæði hið opinbera og hið einkarekna gæti staðið sig í því að veita öllum aðgang að samfélaginu, vegna þess að í mínum huga er þetta aðgangur að samfélaginu og meðan að við erum að skerða framlög einhverra, þá erum við ekki að gefa þeim tækifæri til þess að standa til jafns við aðra. Þannig að það þarf að vera gulrót og ég er fullviss það að meiri hluti þeirra sem að ekki er í störfum núna, vegna þess að það er líka það að ef þú aflar þér einhverja tekna, þá skerðast hinnir ótrúlegustu bótaflokkar, kerfið er flókið, það kann þetta enginn og það er eins og það sé bara látið þar við sitja að almannatryggingakerfið sé svo flókið að það hreinlega borgi sig ekki að reyna að ráðast í það. En í mínum huga er það þannig að einhvers staðar verður að byrja og þess vegna hef ég verið þeirrar skoðunar mjög lengi að við eigum að sjá til þess að allir geti verið þátttakendur og það þýðir það að taka af skerðingar bara eins og að leggja sig. Takk fyrir þetta, Anna Kolbrún. Vigdís, næsta spurning er til þín. Nú stefnir í að Íslendingar ferðist meira innanlands í sumar. Getur þú beitt þér fyrir því að Reykjavíkurborg sinni allavega þeirri grunnþjónustu að sópa göturnar og slá grasið svo það sé aðeins huggulegra og betra loft í kringum okkur? Já, ég skal gera eins og ég geti því og þetta var líka eitt af kosningamálunum fyrir 2 árum að Reykjavík var svo óbúslega skítug og Reykjavíkurborg er mjög skítug borg og ég hef hrósað Gargjudeildinni fyrir það að vera hérna með falleg ker hérna niður í miðbæ og annað, en sko þetta blómin þurfa að ná líka út í hverfin hjá Reykjavíkurborg og líka þrifnaðurinn. Þannig að þið munu nú að ég hérna djókaði nú með það hérna í kosningabaráttunni að ég var nú farin að gróðsetja blómi í hérna holutu göturnar hérna í Reykjavík, en ég skal hamra á þessu því að það er ekki nóg að bara úða einhverju hérna reykbyttandi efni og göturnar sem að mér skilst að sé eitraðra heldur ekki sjálft fyrir okkur. Það er viðurkennt í öllum borgum og ef við lítum til Norðurlandan og annað þá þarf að vatnsþvo göturnar og náttúrulega sópa gáshlutinnar, þannig að hérna slagorðið okkar með flokknum fyrir síðustu kosninga var blómstrandi borg. Ég skal fara í málið, ég gar ekki frá ykkur. Takk fyrir þetta, Vigdís. Ég er mjög spennt fyrir því ef ég að segja eins og er. Anna Kolbrún, næsta spurning er til þín. Hvernig telur þú að tekist hafi til við að standa við baki á þeim stofnunum sem passa upp á okkur veikustu hópa, það er dvalar- og öldrunarheimilin svo dæmi sé tekið? Já,
ég held að hafi tekist ekki eins vel og ég hefði viljað að væri. Undanfarin mörg misseri hafa samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu staðið frammi fyrir endalausum niðurskurði og að þeim hafi verið gert að sýna aðhald í rekstri og það nú þannig að til þess að setja það á mannamál þá það þannig að ef að einstaklingur heimilismaður á dvalar- eða hjúkrunarheimili deyr, að þá hafa aðstandendur 3 sólarhringa að taka til vegna þess að aðstæður þessara heimila eru þannig að þau þurfa mjög hratt að koma inn einhverjum einstakling í plássið og ég veit það hart að tala um þetta svona en þetta er sá veruleiki sem að allir búa við. Það má aldrei gleymast að þetta heimili fólks og við getum litið á heilbrigðisstofnanir hringinn í kringum landið og haft einhverja skoðun á því verklagi sem að fer fram þar. En dvalar- og hjúkrunarheimili eru heimili og það þýðir það að það þarf að huga og hafa aðeins öðruvísi hugsun þar heldur en gerist og gengur á hinum stöðunum. Ég á því að staðan sé það dökk að eins og ég nefndi í upphafi að þá Akureyrarbær alvarlega að hugsa að skila öldrunarþjónustunni til ríkisins og það ekkert vegna þess að Akureyrarbær hafi staðið sig illa, heldur hafa þeir ekki, eða að mér skilst, ekki fengið raunkostun á því sem að sveitarfélagið hefur staðið fyrir. Ríkið hefur haldið því fram að sveitarfélagið sé að veita of góða þjónustu og því hefur oft verið fleygt í umræðunni að segja það að þið eruð að gera þetta of vel. En þá getur maður spurt á móti hvað á að skera í burtu? Hvað ef einhverju dettur það í hug, hvað sé of vel gert fyrir bara eitt atriði, fyrir þá heimilismenn sem að búa á þessum heimilum, þá væri það vel þegið vegna þess, í mínum huga, þetta orðin bara einhvers konar frasi að eftir því sem þjónustan færist nær, að því sé hún betur veitt og það sé í rauninni bara vandamál eins og í okkar tilfelli sveitarfélagsins. Þetta getur ekki verið rétt. Og við getum þá fært þetta yfir á samtök fyrirtækja líka í velferðarþjónustu. Að þeim sé það þröngur stakkur búinn að þau þurfa að hreinsa rými út á 3 sólarhringum. Þannig að ég held að sjá það allir að þetta staða sem að ekkert okkar vill í rauninni kannast við. Takk fyrir þetta, Anna Kolbrún. Næst erum við með spurningu úr sal, ef við getum kallað það. Una María, gjörðu svo vel. Heyrist ekkert? Heyrist í mig núna? Komiði sælar stöllur. Mikið frábært að hlusta á ykkur, fara yfir þessi mikilvægu mál sem að Miðflokkurinn að vinna að og þið sem fulltrúar bæði í borgarstjórn og á Alþingi. Ég hef lengi og hef heyrt mjög marga kvarta yfir því að það sjást
hvergi, ég hef ekki séð það, tillögur og hvað ég segja, hugmyndir auðvitað skrefin sem þarf að taka varðandi innlenda matvælaframleiðslu. Og hér þurfum við að efla íslenska matvælaframleiðslu og það, ef að það væri sett púst meira í það, þá myndi það líka hafa mikil og góð áhrif þegar ef landið verður opnað aftur með tilliti til ferðaþjónustunnar. Hvað segir þú um þetta? Takk fyrir þetta, Una María. Vigdís, ef við byrjum á þér og Anna Kolbrún svo. Já, gaman að sjá þig líka, Una María, í mynd. Nú, það sem snýr kannski að Reykjavík, það er landbúnaður í borgarlandinu, það hér upp á Kjalarnesi, það sem er hvítfuglarækt og kjúklingarækt og svo það sem að ég hef mestan áhuga á, það er náttúrulega grænmetisræktunin, lambhagi, hann tilheyrir Reykjavík og í landi Reykjavíkur. Og það var nú þannig að þið kannski munið eftir í vetur að Reykjavík borgaði það nú svo vel tilbaka, það var Orkuveita Reykjavíkur stórhækkað kalda vatni til hans og heita vatni, þannig að það var nú ekki mikið skilningu þar. En Miðflokkurinn á verið í fararbroddi í þessum málaflokki því að nú, og náttúrulega Sigmundur Davíð hefur sífellt síðan að hann kom í stjórnmál, verið að tala akkurat matvælalandið Ísland og hvað það skiptir miklu máli að vera sjálfbær og reyna að framleiða allt sem er hægt að rækta hér. Að gamni mínu þá fór ég í Bónusdaginn síðastliðinn sunnudag og það voru lambahryggi hlið við hlið, einn frá Nýja-Sjálandi og annar íslenskur og ég bara birti þetta því mér ofbauð svo rosalega mismunurinn á þessu. Svo fékk ég komment og bara til að sýna það hvað verið að flytja inn, talandi Bandaríkin og klór og það, að þá skrifaði einn aðili sem hefur vitað málunum það á Facebook síðunni hjá mér að það væri búið að leggja þennan nýsjálenska í klór til að myndi endast betur, enda náttúrulega var þegar maður fór að skoða myndina betur þá þetta eins og þetta sé klórlegið, snjóhvít. Við verðum að núna taka saman höndum sem þjóð, grænmetisframleiðslan og undir gleri út á akri og svo lambakjöt og nautakjöt og hvaða nafni sem þetta tjáir að nefna. Nú tækifærið og ef við látum þetta tækifæri fram hjá okkur fara, þá erum við ekki alveg að spila rétt úr hlutunum. Já, best ég taki við. Þetta allt rétt sem að Vigdís segir auðvitað og þakka innilega fyrir spurninguna, Una María. Innlend matvælaframleiðsla og ferðaþjónusta, þetta helst í hendur. Gefum okkur það að við náum góðri viðspyrnu þegar að faraldurinn yfirgenginn, að þá þýðir ekkert annað heldur en að vera með innlenda matvælaframleiðslu jafn tilbúna eins og ferðaþjónustu. Það sem við búum við að heilnæmi okkar matvælaframleiðslu auðvitað framar flest öllum öðrum og við eigum að vera stolt af því. Ég sá frétt daginn þar sem að það leyfilegt að skarta íslenska fánanum á framleiðsluvöru þó svo að innihaldið sé ekki að fullu íslenskt. Þetta voru blómvöndir vegna þess að það ekki hægt að framleiða allar þær tegundir sem að fólk vill hafa í blómvöndum á Íslandi. En af því að það þar eitthvert hlutfall blóma sannarlega framleitt á Íslandi, þá má setja íslenska fánan á það. Þetta kannski vandinn sem við stöndum frammi fyrir, að við þurfum að þora að taka skrefið til fullnustu. Við eigum að gera meira heldur en minna, sérstaklega þarna. Það fyrsta sem okkur umhugaði í þessu ástandi auðvitað heilsa fólks og heilbrigðiskerfið, en svo hvað tekur við? Það verða hinir innviðirnir og þar auðvitað matvælaframleiðsla
grunnurinn. Ég hef einhvers konar fréttur það að það sé allt tilbúið til þess að klára samninga við bændur núna eins og ég nefndi í sambandi við lækkun á dreifikostnaði rafmagns. Það sé í rauninni ekkert eftir nema að skrifa undir það sem að okkar bændur í víðu samhengi hafa mátt þola og við höfum oft séð birtingarmyndina í gegnum sauðfjárbændur að þeir hafa mátt þola bara niðurskurð á sínum launum. Þeir hafa dregist aftur úr og það einhvern veginn skammaryrði ef að maður segir að þetta sé ekki í lagi. Þannig að auðvitað eigum við að standa framalega áfram en ég held að þurfa að gera meira heldur en minna til þess að vegna þess að þetta helst í hendur, bæði ferðaþjónustan og matvælaframleiðslan, grunnurinn á okkar lifibrauði hérna. Takk fyrir þetta, stelpur. Næsta spurning kom á meðan fundi stóð. Hún beint til ykkar beggja. Nú eru mörg sveitarfélög illa í stakk búin til að takast á við COVID-19 ástandið. Hvernig sjáu þið aðkomu ríkisins við því? Vigdís, ef við byrjum á þig. Já, sko það þyrfti náttúrulega að fara fram einhvers konar úttekt á því hvernig þessi rúmlega 70 sveitarfélög standa gagnvart COVID. Það mismunandi hvernig þetta leggst á sveitarfélögin og það mesti þungin kannski Reykjavík bara vegna þess að Landspítalinn hér. En svo náttúrulega þessi samandráttur, sko, þá það sko, ég að tala heilbrigðishlutann, en svo náttúrulega þessi samdráttur í ferðaþjónustuna, hann meira út á landi. Því að kannski, sko, það kom nú út einhver ferðamálaskýrsla hér daginn frá meiri hlutanum sem að var nú verið að tala það hvað túrista verður kostnaðarsamir, sem að ég skildi nú aldrei í þann útreikning. En það svo mikið sem liggur undir og það eru heilu sveitarfélögin sem að raunverulega ganga bara á ferðamanna iðnaðinum. Ég bara, það sem að poppar fyrst upp í hugan á mér til dæmis Vík í Mýrdal. Það svona nokkur skonar trekt sko til þess að komast á Austurlandið að það til dæmis eru mjög alvarlegt ástand þar. Þannig að það verður náttúrulega að fara fram ykkur úttekt sko. Það sem að mér finnst aðgerðir ríkisstjórnarinnar vera núna, mér finnst þær vera svo tilviljunarkenndar. Og það sem að mér finnst líka að vera svo skrítið í þessu tillögum ríkisstjórnarinnar sem að náttúrulega lýsir sér alveg eins og í Reykjavík. Þeir eru svona margir flokkar að stjórna, það eru 3 flokkar í ríkisstjórn, það eru 4 flokkar í meirihlutanum í Reykjavík. Þá þegar á að fara í einhverjum svona aðgerðir, þá þurfa allir flokkar og allir ráðherrar einhvern veginn að fá sitt. Eins og til dæmis hafa eitthvað bara dæmi hér sem ég man eftir núna því að við erum að ræða þetta. Allt í einu kemur menntamálaráðherra með það að þurfi núna að fara að stækka Þjóðleikhúsið. Halló, og við erum skiljið að fást við þennan bráðavanda. Það þetta segir að gagnrýna að sko það eru allir að nota ferðin og alveg eins og Anna Kolbrún fór yfir áðan. Það eru sko allir að nota sko ástandið til þess að hvað í þessu fyrir mig, fattiði. Í stað þess að fara bara í kalt mat, skera niður öll gæluverkefni, skera niður allan óþarfa, fresta verkefnum sem að eru kannski ekki akkurat á þessu borði sem að snýra þessum bráðaaðgerðum og gera þetta markvisst að ekki komi 10 pakka eins og Kolla sagði, heldur bara að gera þetta núna. Sigmundur Davíð hefur talað mjög skýrt einmitt í þessu máli, kæla fyrirtæki niður og leyfa þeim að fara í hýði í stað þess að vera einhvern veginn að murka úr þeim líftóruna með ómarkvissum aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem að ber merki dugleysi og ákvarðanafælni. Þannig að þetta verður að vinnast hratt og vel og náttúrulega hver sveitarfélag verður að svara því fyrir sig og það náttúrulega auðvelt að finna út hvaða sveitarfélag hafa mest af ferðamönnum og til dæmis eins og Reykjanesskaginn allur og Keflavík sérstaklega með flugstöðuna. Það náttúrulega svakalegt ástand þar og það náttúrulega rosalega mikið fólki þar sem að vinnur í fluginu og það verið að tala að öllum starfsmönnum Icelandair verið sagt upp að kannski bara eitthvað 10% eftir eða eitthvað slíkt. Þannig að
ekki gera þetta sem alhliða aðgerð, heldur gera greiningu hratt og vel til þess að finna út hvaða sveitarfélög þurfa þetta, þau ein fá, ekki vera með laumufarþega eins og til dæmis Reykjavík inn í þeim pakka, skiljið. Reykjavík á ekki að þurfa að gera þetta, sérstaklega í ljósi þess að meirihlutinn er ekki tilbúin einu sinni til þess að fella niður fasteignagjöld eða fella niður smá útsvar eða annars slíkt. Ég er nú bara svo hörð, sko. Já, takk fyrir þessa spurningu. Sveitarfélögin, það er alveg eins og Vigdís kom inn á, þau eru misjafnlega í stakk búin og hafa auðvitað haft misjafna, hvað maður að segja, skuldastöðu áður en að faraldurinn kom hér til lands eða hingað til lands. Byggðastofnun er í þessum töluorðum að gera úttekt á stöðu sveitarfélagana með tilliti til stuðnings, held ég, að hljóta vera. Það sem ég hins vegar hef dálitlar áhyggjur af, það er hvort að stuðningur til sveitarfélaga verði sko í pakka númer 7, 9 eða ég veit ekki hvað. Þannig að þau vita að verið er að vinna þessa greiningavinnu, þau vita að þau fái einhvern stuðning, en þau vita ekki í formi hvers. Og núna meðan að allt hefur gengið yfir, þá við vitum að útgjöld til menntamála eru stór hluti sveitarfélaga og það hefur verið mjög misjafnt hvernig skólahaldi hefur verið háttað, bæði á leik- og grunnskólastiginu. Þannig að þegar upp er staðið þá standa sveitarfélög misjafnlega af því að þau hafa brugðist misjafnlega við ástandinu. Ofan í þetta kemur svo auðvitað, eins og ég nefndi, mismunandi staða fyrir faraldurinn. En ég er á því að ríkið ætti jafnvel að segja að það muni leggja inn í púkkið einhvers konar upphæð til þess jafnvel að kannski ekki að lækka útsvarsgreiðslur en fasteignagjöld eða eitthvað slíkt. Það gæti komið fólki til góða og þá beint til íbúanna. Það gæti verið dálítið gáfulegt skref. Fjóla, má ég aðeins bæta við svo ég sé ekki misskilin. Ef við sjáum tímalínuna að því spurningi gekk út á það hvað sveitarfélögin gætu gert, hvað ríki geti gert fyrir sveitarfélögin. Verði farið að tillögum formanns Miðflokksins varðandi fyrirtækin, þá gerist það sjálfkrafa að þau ferðaþjónustu fyrirtæki eins til með sér í Reykjavík eru þá komið fyrir vind því að við ætlum ekki að vera lengi í þessu ástandi, skiljiði mig, og peningin á að nota til þeirra sveitarfélaga sem standa verst hjá fólkinu sem eru að missa vinnuna, skiljiði mig. Það var það sem ég var að meina svo að ég hef gætt að misskilja mig, ég vil ekki sé neitt gert fyrir Reykjavík, en þetta er akkurat leiðin og það er náttúrulega akkurat, hefur Sigmundur Davíð enn einu sinni rétt fyrir sér og kann að hugsa út fyrir kassan og það er þetta sem getur verið í samfellu. En sveitarfélögin mega ekki bíða eftir því að ríkið sé að koma einhverja stóra summur inn í sinn rekstur á meðan er bara algjör látaðið hjá sveitarfélögunum, þau eru ekkert að gera neitt sjálf í sínum málum því þeir eru alltaf að bíða eftir þyrlupeningunum frá ríkinu, skiljið. Takk fyrir þetta. Tíminn er víst á þrotum og því var þetta loka spurningin en ég vil bjóða ykkur að þið viljið segja eitthvað stutt að lokum, stelpur. Og Vigdís og Anna Kolbrún. Ég bara þakka kærlega fyrir, þetta er frábært fundarform og ég náttúrulega sé ekki hverjir eru á fundunum en það gerir ekki til, þetta voru frábæra spurningar og það er voru í lofti og muni það, við verðum að vera bjartsýn, þessu slotar, við komum okkur upp úr þessu og gerum það bara með bravur og bros á vör og gleymum ekki að vera bjartsýn. Já, ég tek vissulega undir allt þetta sem að Vigdís sagði, þetta er eiginlega mjög skemmtilegt fundarform. Það sem mig langaði kannski að koma að í lokin, það er að við þurfum að vinna þetta þannig að landið allt sé undir og í þessu sambandi vil ég enn og aftur minna á fleiri gáttir til landsins. Nú er það svo að það á að setja ákveðið fjármagn í
flugvöllina á Akureyri og á Egilsstöðum og það fjármagn er allt of lítið. Og það er rétt svo dugar til þess, til dæmis á Akureyri, að færa olíutanka og að fara í jarðvegsvinnu sem þarf að gera. Þá er sá peningur farinn sem átti þó að vera sá peningur sem ætti svoleiðis að koma aftur Akureyrarflugvelli inn í myndina. Og þetta, við megum ekki gleyma landsbyggðinni þegar við ræðum þessa hluti. Ég vona að Íslandsstofa fylgist með og gerir sér grein fyrir því að við þurfum að setja fjármagn til allra landshluta, ekki aðeins á höfuðborgarsvæðið. Öðru kosti, ég þakka kærlega fyrir fundinn, þetta var algjörlega frábært. Já, takk fyrir komuna bæði Vigdís og Anna Kolbrún. Næsti fundur verður auglýstur mjög fljótlega. Takk fyrir fundinn.